Já, Herra minn Guð til þín. Já, ég með sögu hér sem ég langar að deila með ykkur og beri yfirskriftina Skapaði Guð illskuna. Prófessor við háskólann spurði nemendur sína eftirfarandi spurningar. Allt sem til var skapað af Guði. Einn nemandi svaraði hugrakkur, já, skapað af Guði. Skapaði Guð allt, spurði prófessor. Já, herra, svaraði nemandinn og prófessorinn spurði, ef Guð skapaði allt, þá skapaði Guð illskuna þar sem hún til. Og samkvæmt þeirri meginreglu að verk okkar skilgreina okkur sjálf, þá Guð vondur. Nemandinn þagnaði eftir að hafa heyrt slíkt svar. Prófessorinn var mjög ánægður með sjálfan sig. Hann státaði sig af því að hafa sanna fyrir nemendunum enn og aftur að trú á Guð goðsögn. Annar nemandi rétti upp höndina og sagði, má ég spyrja þig spurningar, prófessor? Auðvitað, svaraði prófessorinn. Nemandinn stóð upp og spurði, prófessor, kuldi til? Hvers konar spurning þetta? Auðvitað hann til. Hefur þér einhvern tímann verið kalt? Nemendurnir hlógu að spurningu unga mannsins. Ungi maðurinn svaraði, reyndar, herra minn, kuldi ekki til. Samkvæmt lögmálum eðlisfræðinnar það sem við teljum kulda í raun fjarvera hita. Hægt að rannsaka manneski eða hlut út frá því hvort hann hefur eða flytur orku. Algjör núllpunktur, það mínus 460 gráður Fahrenheit, algjör fjarvera hita. Allt efni verður óvirkt og ófært að bregðast við þetta hitastig. Kuldi ekki til. Við bjuggum til þetta orð til að lýsa því sem við finnum fyrir í fjarveru hita. Nemandinn hélt áfram. Prófessor, myrkur til? Auðvitað það til. Þú hefur rangt fyrir þér aftur, herra minn. Myrkur heldur ekki til. Myrkur í raun fjarvera ljós. Við getum rannsakað ljósið en ekki myrkrið. Við getum notað prisma Newtons til að dreifa hvítu ljósi yfir marga liti og kanna mismunandi bylgjulengdir hvers litar. Það ekki hægt að mæla myrkur. Einfaldur ljósgeisli getur brotist inn í myrkur heiminn og lýst hann upp. Hvernig hægt að segja til hversu dimmt ákveðið rými Það mælt með því hversu mikið ljós kemur fram. Það ekki? Myrkur hugtak sem maðurinn notar til að lýsa því sem gerist í fjarveru ljós. Að lokum spurði ungi maðurinn prófessorinn, herra, illska til? Að þessu sinni var það ekki á hreinu en prófessorinn svaraði, auðvitað eins og ég sagði áður. Við sjáum hann á hverjum degi, grimmd, fjölmarga glæpi og ofbeldi allan heim. Þessi dæmi ekkert annað en birtingarmynd illskunar og við þessu svaraði nemandinn. Illska ekki til. Eða að minnstakosti hún ekki til sjálf. Illska einfaldlega fjarvera Guðs. Hún eins og myrkur og kuldi, manngert orð til að lýsa fjarveru Guðs. Guð skapaði ekki illskuna. Illska ekki trú eða kærleikur sem til sem ljós og hlýja. Illska afleiðing fjarveru guðdómlegs kærleika í manns hjarta. Hún svo tegund kulda sem kemur þegar engin hiti til staðar eða svo tegund myrkur sem kemur þegar ekkert ljós til staðar. Og þessi nemandi var engin annar en Albert Einstein sem kom með þetta. En hvað segir í orðinu? Það segir, heimskingin segir í hjarta sér, Guð ekki til, eða ekki? Í Sálmónum, 14. kaflanum og versi 1, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð ekki til. Og þarna sannast það svo sannarlega. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.